Þetta verður svona kannski ennþá áhugaverðara þegar við förum að vinna hérna með þessa skipun group by og bara þess að flýta fyrir okkur, stela þessum skipunum hér og skella þeim hérna inn. Nú ætla ég sem sagt að skipta upp eftir líkansrætt. Punktur flokkur. Ég ætla að búa, og það sem ég rauninni gera hérna er að búa til nýja töflu sem heitir púlslík. Séðu, ég keyri þessa hérna, þá verður hérna til púls.lík. Ef ég skoða hana hér, þá lítur hún nákvæmlega eins út og púls. En þessi tafla er komið með svona auka, lag, kallum það bara það sem er búið að skipta öllu upp eftir þessari breytu líkansrætt flokkur. Og þegar ég held svo áfram að vinna með þessa hérna töflu, takk ég eftir hérna í Summarize, að þá er ég ekki með púls inni, heldur ég með púls.lík. Og annars er þetta nákvæmlega sama skipunin og hérna fyrir ofan. Eina sem ég er búin að breyta er að ég set púlslík hérna inn, þessi nýja tafla sem ég var að búa til. Og sjáðu hvað gerist þá, að það fæ ég út meðaltalið og ég fæ út staðalfrávikið og ég fæ út fjöldan, nákvæmlega eins áðan, og þetta byggir allt á púlsmælingunum, nema nú erum við búin að skipta því upp eftir flokkabreytunni líkansrætt.flokkur. Eins og þið sjáu hér. Og ég get hérna haldið áfram og ég geti púlslík, ef ég segi hérna bara námsk, púlslík námskeið, ef ég setja hérna líka námskeið og aftur nákvæmlega sömu skipunina, eða nánast nákvæmlega sem ég er að kópera Summarize skipunina, ætla að keyra púlslík námsk og hér ætla ég þá að mata með púls.lík.námsk Summarize skipunina og þá skipti ég ekki bara upp eftir líkansrættinni, heldur líka eftir námskeiði. Þannig að lítil ástundun í LAN, meðal fyrir púlsmælingin 69,7, staðalfrávikið 12,5 og þetta byggir á 45 mælingum og svo framvegis. Og aftur ætla ég að taka fram í sýningu seinna meir hvernig við fáum fallegar svona töflur til að setja inn í skýrslur. Ok. Já, hér kemur nú, sjáu nú, hvað þetta er orðið svona svolítið, ekkert voðalega þægilegt, kannski svona, bæði er þetta svona leiðilt að lesa þetta og eins þegar við vinnum svona, hér er ég alltaf að búa til nýja töflu, hérna býja til töflu sem heitir púls.lík og hún er hérna inni og það er hérna algjör óþarfi og nú kemur pípuriðtátturinn. Loksins, við sáum hann hérna síðast, en nú sjáum við virkilega hvernig hann gagnast okkur. Þannig að, já, við skulum gerum þetta hérna. Við erum að vinna með púlstöfluna, byrjum þar. Og þetta er sem sagt pípan og hér segjum við ætlum að senda púlstöfluna og við ætlum að filtera, næst ekki satt, jú. Og ég ætla að filtera og nú þarf ég ekki að skrifa púls hér að því að það kemur hérðan. Svo nú segi ég bara hverju ætlar að sleppa og við erum að vinna með fyrir púls. Svo ég ætla bara að taka þær mælingar það er línu þar sem ég hef mælingar á fyrir púls og ég ætla að pípa því áfram. Þetta er, hérna erum við með þennan part hér og svo ætlum við að grúppa þetta eftir hérna líkansrætt flokkur. Svona. Takk eftir þá þarf ég ekki að búa til nýja breytu, heldur, svo kemur bara Summarize skipunin mín hér. Og allt það sem stæði hérna, sem sagt hérna inni, það er ég búin að koma fyrir hér. Það er filterskipunin og ég er búin að pípa þessu inn í svo þar á eftir. Þannig að þá má ég ekki bara kópera þetta. Þannig að hér
er ég komið með nákvæmlega sömu töflu og hérna fyrir ofan. Látum okkur sjá. Þannig grúppaði ég bara eftir hérna líkansrætt flokkur. Þannig að þetta er sama taflan og við fengum hér. En þið getið að sjálfsögðu grúppað eftir eins mörgum flokkabrautum og þið viljið hérna. Ég myndi eindreið mæla með að svona aðeins að leika ykkur með þennan pípurithátt. Þegar skipaninn okkar verða stærri og flóknari, þá verður þetta allt saman miklu læsilegra og hér líka slepp ég við það að búa til þessar auka töflur hér. Hér bara kemur þetta allt svona saman í þessar einu skipun hérna. Já, heyrðu, þetta var síðasta glæran. Endilega googla svolítið, skoða meira sem sagt þennan dplyr pakka, það er svo margt skemmtilegt þar og hvernig við getum notað þessa summarize aðferð til að reikna út hinnar ýmsu lýsistærðir og samantæktir. Ég þakka áhörnina, takk og bless.